Ég var náttúrulega 40 tap hérna í Njarðvík í kvöld, hvernig er bara tilfinningin eftir leik? Tilfinningin er í sjálfu sér ekki jafn slæm og hún var í hálfleik. Seinni hálfleikurinn var mjög góður af okkar hálfu. Svona í að hjarta eins og við viljum hafa þetta og unnum seinni hálfleikin 1-0 sem var vel gert. Við mættum til leiks en hættum. Grindavík Njarðvík mættu ekki en byrjuðu og og því fór sem fór í fyrri hálfleik. Það bara slöknaði á okkur og það voru bara strætóferðir í gegn og hvert markið fætur öðru. Og þetta er ekki ásættanlegt og frammistaða vissra leikmanna algjörlega óásættanleg og þess vegna gerði ég bara fjórfaldaskiptingu. Hún átti að koma fyrr. Boltinn fór bara ekki úr leik, þannig að þetta, og vissar stöður í fyrri hálfleik. Við komumst 2 á móti 1, við komumst 3 á móti 1, við erum ekki að nýta þetta. Það hefði verið rosalega þægilegt að nýta hérna í lokin 3 á móti 1 og fara með 4-2 inn í hálfleik. Náttúrulega mjög erfitt að fara með 4-1 en já, við áttum bara mjög gott spjall í hálfleik, endurstjöfluðum okkur og komum mjög flottar út í seinni hálfleikin. Fjórföld skipting, hvað þetta 40 mínútur, maður sér þetta ekki gerast oft í fótboltanum? Nei, en eflaust mætti þetta örugglega gerast oftar. Ég sé enga ástæðu til að vera að bíða með hlutina. Og leikmenn sem inn á vellinum og eru kannski ekki að eiga sinn dag, maður er ekki að gera þeim greiða með því að hafa það lengur inn á. Þannig að það er langbest að gera þetta bara strax og því að það er náttúrulega leikmenn á bekknum sem að dreymir að koma inn á og sanna sig. Var ekkert óþægilegt að vera bara með eina skiptingu í seinni hálfleiknum? Jú, en bara, veist, þetta var svona í dag, þetta verður örugglega ekki svona á morgun, þannig að, maður tekur bara stöðuna eins og hún er hverju sinni og þetta er viss áhætta í þessu en svoleiðis er nú bara lífið. Þarna, var það hárblásarinn í hálfleika? Nei, það hefur ekkert upp á sig í svona stöðu. Við bara fórum yfir málin og svo þurftum við náttúrulega að skipuleggja fyrst leikatriði. Ég gaf þeim, út af því að ég ætlaði náttúrulega að skipta þarna fyrr, en ég gaf þeim engan möguleika á að fara að skoða eitthvað og þannig að við bara áttum málefnalegt gott spjall í hálfleik, endurskipluðum okkur, fórum yfir fyrst leikatrið og eins og ég segi, þær sannarlega stóðu sig vel í seinni hálfleik. Smá hitið þarna á bekkjunum í lok leiksins? Já, nei, ég var aðeins með smá djók út í Gylfa vinn minn og öskar gullspjald og átti það bara skilið auðvitað og maður getur að vera að djóka svona stundum getur maður ekki á sig setið svona og það verður líka að vera eitthvað fjör í þessu. Hvernig bara leggst framhaldið þið núna? Það leggst bara vel í mig. Við töpum í dag, vonandi vinnum við næst. Það er bara, við þurfum að vinna vel að okkar málum fram að næsta leik og vonandi bara stöndum okkur betur þá. Takk fyrir þetta, Jón Óli, gangi vel. Takk.